Koma hefði mátt í veg fyrir bankahrunið með því að skilja fjárfestingabankastarfsemi frá viðskiptabönkunum, segir forstjóri Straums. Fjármálaeftirlitið segir ekki tímabært að aðskilja þetta tvennt. Forstjóri Fjármálaeftirlitsins segir ótímabært að skilja fjárfestingastarfsemi frá viðskiptabönkunum. Forstjóri fjárfestingabankans Straums segir hins vegar að hefði þetta tvennt verið aðskilið, hefði ekki orðið bankahrun hér á landi. Það eins og maður hafi stigið 5 ár aftur í tímann vegna þess að hér sitja bankastarfsmenn, viðskiptafræðingar og hagfræðingar í stórum hóp og snæða nokkur þúsund króna hádegisverð í Hörpu og hlusta á erindi bankastarfsemi. Bankahrunið kom mikið við sögu á fundunum í dag. Steingrímur J. Sigfússon, atvinnuvegaráðherra, hefur sagt að í ljósi dýrkeyptrar reynslu hljóti stjórnvöld að skoða alvarlega að skilja að fjárfestingu og viðskiptabankastarfsemi. Þannig megi draga úr áhættu af rekstri viðskiptabankana. Fáir þeirra sem tóku til máls á fundinum í dag voru sammála ráðherranum. Mér finnst það ekki alveg tímabært að svo stöddu. Við höfum talað fyrir því að fylgja þeirri línu sem að verður sett í Evrópusambandinu. Það verður að vinna mjög vandaði vinnu þar. Nei, ég tel sé nú sjálfsög engar sérstakar ástæður fyrir því að huga því. Einn ræðumanna vill aðskilnaði viðskiptabanka og fjárfestingabanka því þannig megi draga úr áhættu. Og líka forðast freistnivanda sem sá að vera að veita ráðgjöf eða miðlun til fyrirtækja og á verðbréfum og vera svo með risastóran efnahag sem eru innlán með ríkisábyrgð og vera síðan að nota þetta fjármagn til þess að fjárfesta í hlutabréfum eða áhættusömum lánum. Ef við hefum verið með hreinrækta viðskiptabanka hérna á Íslandi að þá hefðu þeir ekki hrunið. Ég held að orsakir hrunsins séu mun fjölþættari og flóknari heldur en bara þetta atriði. Það hefur ekki verið sýnt fram á neitt að það minnki áhættu eða neitt orsakasamhengi við hrunið, samrekstur fjárfestingabanka og viðskiptabanka. Höskuldur bendir á að hreinræktari viðskiptabankar hafi líka farið á hausinn í kreppunni eins og Northern Rock og Washington Mutual. Kostnaður viðskiptabankana of mikill, segir forstjóri Arion banka. Þó hafi verið dregið úr honum með fækkun starfsfólks og útibúa. Pétur Einarsson, forstjóri Straums fjárfestingabanka, segir að kostnaður hér sé helmingi meiri en í nágrannalöndunum. Miðað við síðustu uppgjör bankana þá heildarkostnaður hjá viðskiptabönkunum þremur stóru svona hátt í 75 milljarða á ársgrundvelli sem eitt stærsta vandamálið. Það kannski alltaf helmingi hærra kostnaðarhlutfall heldur en í nágrannalöndunum. Þannig að þessi bankar eru ekki arðbærir, þeir eru ekki að hagnast á grunnstarfseminni vegna þess að þeir eru of mikill kostnaður og það leiðir líka til þess, teljum við, að bankarnir leiðist út í meiri áhættutöku og meiri fjárfestingabankastarfsemi eins og var fyrir hrun. Pétur segir að kostnaðurinn felist í stóru útibúaneti, stórum höfuðstöðvum, launakostnaði og kostnaði við upplýsingatækni. Hann vill að fjárfestingabankastarfsemi verði skilin frá viðskiptabönkunum. Það segir Höskuldur Ólafsson, forstjóri Arion banka, myndi auka kostnað. Ég alveg klár á því að kostnaðurinn í bankakerfinu hár. Hvað á að gera þessi dragur sem kostnaði? Ég held að eins og í okkar banka við höfum verið að draga nett og ljóst úr kostnaðinum. Við erum búin að loka 1/3 af okkar útibúaneti á undanförnum 3 árum, 15 útibú. Við fækkuðum fólki 100 manns á síðasta ári. Það þarf bara að vinna í því áfram að gera þetta með skilvirkari hætti. Og þetta var Höskuldur Ólafsson, Kristín Sigurðardóttir talaði við hann og Pétur Einarsson.